Herjá, kíkjum hvað sem ætlum að gera í dag. Við erum að fara að læra forlykkjur með mjög kröftugleikja og öflug og oft notuð. Sem sagt, í stuttu máli þá munum eftir þessi void setup. Það er alltaf bara gert einu sinni. Void row er gert endalaust. En ef þú vilt gera eitthvað ákveðið oft, 10 sinnum, 100 sinnum eða 1000 sinnum, þá notum við forlykkju. Og forlykkjan samanstendur af 3 atriðum hérna. Og fyrsta atriðið felst í bara því að skilgreina einhverja breytu í og gefa henni upphafsgildi, og við gefum því upphafsgildi 0 og það er svona algengast. Síðan kemur hérna skilyrði fyrir því að halda áfram að gera þessa lykkju, halda henni áfram, og það er ef að í er 10, minni en 10. Þannig ef að í er minni en 10 þá gerur hún allt sem er inn í þessari forlykkju. Síðast atriðið hérna er síðan hvað gerist þegar þú ert búin að keyra einu sinni gegnum forlykjuna, að þá tekur hún i og hækkar það 1. Þetta i plus plus því bara hækkaðu i 1. Þannig að forlykkjan byrjar því að segja bara ok, i er 0. Síðan fer hún inn í þessa lykkju og gerir allt sem við segjum hún að gera. Og hérna eru að segja henni að prenta út eða skrifa út töluna i og i var 0. Þannig að hún skrifar út töluna 0. Síðan fer hún hérna, gerir þetta hérna, þar þess að hækkar i 1, þá er i 1. Fer hún aftur hingað, prentar út i, þá er það 1. Fer hún aftur hingað upp, hækkar i 1, prentar hann út og svo framvegis, alveg þangað til að þetta hérna kikkar inn. Þá hættur hún við forlykkjuna og hættir hér. Þannig þegar ég gerir hérna skrifið út eða keyri þetta, að þá kemur ekki neitt grafískt núna, en það kom út þessar tölur hérna. Og svo hérna töluna 0, 1 og alveg upp í 9. Af því að þegar við komum upp í 10, að þá erum við ekki lengur að fullnægja þessu skilyrði sem er hérna ljómað upp gult, og þá hættur hún við forlykjuna. Þannig að ef þetta byrjar hérna á i saman sem 0, að þá er þetta hérna bara hversu oft við gerum það. Þannig að gerðum við þetta 10 sinnum, skrifum út töluna 0 upp í 9 og það er þess að 10 tölur. Ok, kíkjum á verkefni 2 sem við ætlum að gera. Hérna erum við að prófa bara að keyra fór þetta fyrst, sjá hvað gerist. Og sjáðu hérna er eitthvað x margir punktar. Og við byrjum hérna að skilgreina einhverja breytu sem er af tegundinni float. Float er bara breytu sem eru þessi tölur með kommu. Og það er eitthvað x og y sem er væntanlega þá bara hnitið á punktunum okkar. Síðan kemur hérna gamla góða stærð, bakgrunnur og þykkt af punktum. Og hérna kemur síðan forlykkjan. Þá sjáum við hérna að i byrjar sem 0 og við ætlum að gera þetta greinilega 60 sinnum. Og i hækkar alltaf með 1. Þannig að við erum hérna að láta x vera random tölu milli 0 og 500. Y er það líka. Ekki veit ég af hverju ég tek upp í 500. Þetta er náttúrulega verið upp í 600. En síðan bara tekur hún hérna punkt og teiknar hann. Þá fáum við þessa punkta út allan skjáin. Ok. Þannig hérna eru aftur að nota forlykkju. Hérna eru bara að gera eitthvað 60 sinnum. Við erum að teikna 60 punkta. Vistum þetta í númer 3 og þá eru að gera mjög svipað, eiginlega bara nánast eins, nema hérna erum við hringi. Þannig að við byrjum að segja hérna no fill, þess að við viljum ekki hafa fyllingu, og hérna kemur forlykkja. Passa ykkur því að forlykkja hún endar ekki með semikommu. Forlykkja er eins og if-lykkja, hún endar ekki með semikommu. En þegar við gerum þessa forlykkju hérna, þá komum þessi 3 atriði og það opnast hérna slaufusugi og hann lokast síðan hérna. Og þetta er eitthvað sem við ætlum að gera 100 sinnum. Við búum til eitthvað x og y tölu sem er eitthvað random og hérna teiknum við bara ellipsu eða hring. Og hann er með random miðju
en hann er 50 á breidd og 50 á hæð, þannig þetta er alltaf verið að koma hringi bara út allan skjáin, eitthvað svona svörtu lit, einfalt. Ok, þannig að þetta eru búin að gera punkta og punkta og hringi. Síðan sýn ykkur hérna annað verkefni sem við ætlum að gera í tímanum. Sýn ykkur hvernig það lítur út. Það verður aðeins flóknara. Þá kemur það svona út. Þetta er það sem við ætlum að gera í verkefni 4. Þannig hérna erum við með hringi sem byrja allir inn í miðjunni. Það er allir inn í miðju skjásins. Þeir eru bara greinilega misstórir og mismunandi litin. Þannig að við byrjum að skilgreina hérna einhverja breytur. Hérna er bara stærð hringsins. Hérna er greinilega liturinn, RGB. Hérna er void setup, hérna er bara stærð bakgrunnur og engin fylling. Hérna kemur fram hvað ætlum að gera marga hringi og við ætlum greinilega að gera bara 100 hringi. Það er þessi hérna bútur sem skilgreinir það. Og hvað ætlum við að gera 100 sinnum? Jú, við ætlum að fara í þessa blokk hérna, búa til lit, framkoma hana og síðan ætlum við að fara inn í blokkina teikna hring. Og þessa blokki gera eiginlega það sem það segist að gera. Búa til lit lítur svona út. Hún er bara búa til einhver 3 gildi á R og G og B og síðan segjum við henni hérna bara stroke RGB, það er því ég bara notaði þennan lit sem þú ert að búa til. Blokkin teikna hring, hún er síðan bara þannig að þvermálið er einhver random tala frá 0 upp í 850. Síðan segjum við teiknaði hring og hann er með miðjunu hérna í miðju skjásins og hann er með þetta hérna þvermál. Það sýnir ekkert mál að fara inn í þetta og bæta henni 0 við hérna, þá getur við teiknað 1000 hringi. Þá er þetta aðeins lengur að keyrast. Þið séu að hún hikkar að hann ekki verið þetta. Þá koma 1000 hringir með mismunandi liti. Síðan ætlum við að gera eitt annað forrit sem var aðeins flóknara. Bara sýna ykkur það snöggt. Það var svolítið langt. Þá erum við að gera hringi sem eru fylltir og ekki fylltir. Og þá eru svona random hvort þeir séu fylltir og ekki fylltir. Þannig að þá þurftum við að fara að nota svokallaðar boolean breytur og boolean breytur er breyta sem er annarkvort true eða false. Þannig að þessi breyta fylling, hún getur annarkvort verið bara true eða false og ekkert annað. Það eru boolean breytur. En förum í það kannski bara seinna. Nei, þetta er Facebook. Þannig að þetta voru þessi 4 verkefni sem við ætlum að gera saman í tímanum. Núna ætlum ég að kynna fyrir ykkur heimavinnun ykkar. Því við sloppið nokkuð vel með heimavinnun ykkar hingað til. En hérna við ætlum að kíkja hérna á heimavinnun ykkar og það eru 4 dæmi. Sem sagt, þetta er þannig, ef við stækkum þetta aðeins, að inn og innu á eftir setja 3 forrit, dæmi 1, 2 og 3. Og því ég opna þau og breyta þeim og síðan skila þeim inn. Þannig að dæmi 1 hérna er að þið fáið eitthvað forrit og því að keyra forritið, bara prófa að keyra það, lesa kóðun og skilja hvernig það virkar og síðan að gera ákveðnar breytingar. Þannig að línuþykktin á að vera 0 í staðinn fyrir eitthvað og því að birta hérna 1000 línur. Þannig að ef við kíkjum á hann kóða, ef við kíkjum á hann kóða fyrir dæmi 1, finnum bara því. Já, tekur smá tíma. Keyrum hann að þá sjáum við að það gerist eitthvað svona. Þannig að þið eigi að breyta línuþykktinni og láta birta fleiri línur. Það er þess að gera hérna. Verkefni 2, þá aftur prófa að keyra kóðan, lesa hann og reyna að skilja hann. Og það sem forritið mun sérst gera er að það mun sýna hluta af 9 töflunni. Ekki alla 9 töfluna, þetta er bara hluta af henni. Og því að breyta forritinu, þannig að hún sýni 8 töfluna og þá alla 8 töfluna. Alveg 8 x 10. Verkefni 3. Þá er það þannig að það eru einhverjir 50 hlutir að hreyfast í kringum miðju skjásins. Þið sjáu þetta þegar ég keyri þetta.
Þið þurfa ekki að skilja allan að kóða því hann svolítið flókinn. Það eru að fara í efni sem við hefum ekki farið hingað til. En endilega lesa hann yfir, sjá hvað þið áttu gránum. En þið að láta birta 5.000 línur í staðin fyrir 50 held ég. Og breyta hérna línuþættinni yfir að 0. Dæmi 4 gerið þið alveg frá grunni og þessi mynd hérna sýnir hvernig þetta á að líta út og þetta einfaldlega þannig að þetta eru 15 hringir sem eru með punkt í miðjunni, þannig að punktur og hringur og þetta eru 15 slíkir og þeir eru allir á random stöðum, þeir eru ekkert að spá í litnum, þeir eru ekki með fyllingu, þeir eru 50 í þvermál og eins og stendur hérna inn í miðju hvers hrings er sýnilegur punktur. Þannig aftur, heimavinn ykkar næstu viku eru 4 dæmi, 3 fáið þið gefin kóðan, þurfa að breyta kóða og síðasti forritið þá þurfa að skrifa frá grunni.